Það sem að mennum svolítið reyna með þessi HTA og HTOS gengur út á að vera með svona eins og legokópar. Ég get svona sett saman ýmsar lausnir í þessu. Ég finn resursuna mína, ég set behavior á resursuna og síðan á þetta að vera, þessi stíl að vera í raun og veru bara þá alltaf vera augljóst með það sem þú ert að gera. Og með resource þá er augljóst hvað þú gerir við þann. Það er bara það sem er skilgreint í þessum REST heimi. Það er til þetta maturity model sem að gengur út á hversu REST ertu. Veit ég hvernig á að hugsa. Sko, þú ert með HTTP og spurningin er hvernig nota ég þennan HTTP. Þannig að vefþjóð. Eitt er að level 0 og þá myndum við gera þannig að við bara tökum allar upplýsingarnar, allan pakkan, return kóða og allt saman. Við skilgreinum allt á nýtt. Búum bara til eitthvað envelope eða með SOAP, við erum búin til staðal sem er ekkert með HTTP að gera. Eina sem við notum HTTP það er að flytja chunkin. Ég bý til eitthvað envelope, eitthvað haus og svona. Þetta er bara XML súpa og ég tek þessa XML súpu og ég kalla á einn url og hann fer yfir netið og þarna hinum meginn, þar gera menn eitthvað við þetta, samkvæmt staðlinum. En þú ert ekki að nota neitt return kóða, það skipta engu máli, ekkert. HTTP kemur ekki við sögur nema til að flytja. Þetta er bara flutningsleið. Þannig þetta er level 0. Sem sagt, við notum ekkert REST. Þetta er bara flutningsleið. Level 1, þá ertu komið með aðeins meira. Þá ertu með fleiri urla en yfirleitt svona bara einhver verbs. Þetta er yfirleitt ekki eitthvað sem ég myndi ráðleggja. En þegar þú ert komin með level 2 þá ertu komin með svona eitthvað sem er ásættanlegt. Ég miðar rosalega mikið við level 2, þá ertu bara komin með þannig ég fara að nota HTTP servicana. Til að fara upp í level 3 þá ertu að bæta við þessu hypermedia og búa til stateið og flytja á klientinu og koma með það tilbaka. Það eru til dæmis hjá mínu fyrirtæki þá eru við yfirleitt stökk hérna á level 2. Það er allt í lagi mínu vegna. Ég er ekki svona harður að líta á level 3 sem eitthvað stórt markmið. En það er hægt að gera ýmislegt. Þannig að kannski má segja að margir séu svona 2,5 eitthvað svoleiðis. En annars ætla ég ekkert að fara inn í þennan maturity model en það eru þessi levelar. Hérna er farið aðeins meira í þetta. Allt pakkað inn í XML, þetta er bara það sama. Return kóðarnir skipta einhver máli. Það er til kóði sem heitir 418 sem er skemmtilegur. Ef þið lesið spekkin þá er 418 til. I'm a teapot. Hann er í staðlinum. Og hann var bætt við 1. apríl eitthvað árið. Þannig að þið vitið RFC communityið, þessi gæði sem búið til RFC, þeir koma alltaf með einhvern aprílbrandara sem verður á staðli sko. Það er til eitthvað svín sem er mjög áhugavert. Það er bara heill RFP það. Fljúgandi svín held ég. Já, hann notar svín, fljúgandi svín sem svona transmit protokoll. Það reynda til annar og hann notar það er annar stað sem ég man eftir núna. Hann notar dúfur í staðin fyrir TCP. Það er að segja að þú ert að flytja, þetta er bara internet með dúfur sem protokoll. Eða sem transport layer. Og þetta er bara heill RFC sem að útskýri þetta, hvernig þú gerir þetta. Þannig að þegar að verður meltdown á öllu og menn þurfa samt að eiga samskipti þá notum við dúfur með rættinu. Ok, ég ætla nú kannski ekki að fara út í þetta en það eru level 1, þá ertu komin með aðeins meira, level 2, þá ertu komin út í þetta sem við erum að tala sem REST. Þá ertu fann að nota þessi verbs. Það er það sem er átt við með verbs. Resourcein er noun, en það eru verbs sem eru eins og hérna er one URI og one request method, many URI og one request method, en þeir eru ekkert að nota þetta. Það er að segja að það er ekki get, put, post, delete. En hérna erum við fannir að nota þetta er það sem kallar verbs eða behavior. Og það er eitt sem er áhugavert við þetta hér. Það er að safe og idempotent. Það er tvö hugtök. Safe því að það breytist ekkert server-side. Og ég get kalla á þetta og state í server-side, það mun ekkert breytast server-side.
Ef ég gerir put þá ég að bæta einhverju við eða uppfæra eitthvað, ef ég gerir delete þá ég að breyta einhverju og ef ég gerir post þá ég að breyta einhverju. Okay, þannig að það ekki save. Ég get kassað get fyrirstöpurðanum, bara það einn aðkostur við það. Þessi hérna í dempotend, það þýðir, get ég gert þetta tvisvar og mun að í bæði skiptin hafa sömu niðurstöðu. Ef ég gerir get, svo gerir ég aftur get, þá fæ ég alltaf sömu niðurstöðu. Ef ég gerir put og aftur put, þá alltaf sama niðurstöða. Og síðan delete, og ég gerir aftur delete, þá það bara komið. Ég get gert það 100 sinnum, það mun ekki breyta neinu, ég get endur tekið leikinn. Í dempotend þýðir það ég get endur tekið. En með post, það eina sem ekki garantera til að vera eins. Þannig svona hugsa þetta stíllinn. Það ekkert sem þvingar okkur í þetta, en þetta hugsunarháttur. Þess vegna svo mikilvægt að hugsa REST sem stæl sem maður að tala en ekki bara eitthvað kerfi sem við erum að nota. Síðan kemur þetta hérna, don't hardcode your values, use navigation aspect of the net. Þá erum bara komin alla leið í bara að hugsa þetta eins og webbrowser. Þannig að ég hardcode ekki neitt, það bara fyrst í urlinn, ég held ég hafa verið með hérna, kemur seinna dæmi þetta. Þannig að það þýðir það að eina sem ég expósa ákveðin API, þetta bara urlinn og síðan resource-ræðinu honum og ég sé að segja þér urlana á hvað þú getur gert og þú þarft að fá þá dynamically, þá finnur út runtime hvað það sem þú getur gert næst. Þannig að þú gerir ráð fyrir því að þegar þú fá resource þú getur gert edit virkni og það bara einn í staðlinum, það edit virkni á þessu en ég skal segja urlinn, ég ekki hardkóðan þannig að þú kallir á specific url, það bara eitthvað sem ég ræð. Það svona takandi allan leið. Hérna eru svona dæmi þetta, ég með, hérna er ég að bæta við nýju kommenti, þá ég með blog og það hefur ID 17 og svo komment. Það að segja ég með einhvern blogpost sem númer 17 og svo ég að bæta við nýju kommenti á þennan blogpost, þannig að hann hangir við. Svona byggja mann upp þessa urla. Post því það ég að búa til eitthvað nýtt, ég að creata. Blog resource fyrir blog og hann yfirleitt hafa með þetta í fleirtölu, ég hef að breyta þessu blogs og ég að vinna með einn sem ákveðin bloggur, hann númer 17 og ég ætla að setja komment á hann, ég að creata nýtt komment og síðan ætla ég að fá þetta komment, öll kommentin tilbaka, ef ég fá specific komment fyrir 17, þá myndi ég segja specific hérna baka, þess vegna hafa menn yfirleitt S fyrir aftan. Ég ætla að fá user hérna, þetta resourcein, user resourcein og ég ætla að fá hann hérna og síðan ætla ég að uppfæra þennan user hérna sem númer þetta og þá spurningin hérna getur við látið þetta vera eitthvað sem kemur frá servernum. Þannig að ef ég kalla á get user þá geti get user niðurstaðan, response sem ég fæ geti sagt mér að update þetta hérna og þá þarf ég að put og hérna, þá þarf ég að senda hérna, ég þarf ekki að geima þetta. Ég get náttúrulega geimt þetta value en ég þarf ekki að hafa þetta, en þetta hugmyndafræði. Síbreytilegar slóðir, já. Jú, kannski ekki síbreytilega, en allavega breytilegra. Eða sko, hugmyndin kannski þú þarft ekki að vita urlinn. Kannski breytist þann aldrei, en svo sem server-side hefur flexibility til þess. Og nú á meðan, já, á meðan. Þetta eru skemmtilega vandamál. Hvað gerist þegar hann breytist á meðan? Þetta eru skemmtilega vandamál sem við ætlum ekki að tala Góð hugmynd. Heyrðu, ég ætla að ná að klára þetta. Þannig að þetta sama og vorum að tala hérna í síðasta fyrirlestri. 80% af ríkvastanum eru undan get og hérna eru resourcesnir. Við hugsum resources sem noun, eða nafnorð, account, group, customer, ekki hegðun. Það að segja að við lendum oft í miklu ógöngum ef við förum að setja hegðunin inn í þetta módel. Þannig að það getur farið og í það að verða svolítið messy API, kannski þarf þess og þá er það bara þannig. En þegar ég kom með resourcein, þá er ég með tvenns konar tegundir af resourceum. Ég get verið með collectionir og ég get verið með instance. Hérna er ég til dæmis með applikationir og hérna er hugmyndin ef ég myndi segja get á þetta, myndi ég fá allar applikationir sem uppfylla ákveðin skilyrði, svo var ég væntanlega hérna einhver svona kritería fyrir aftan þetta. Ef ég ætla að fá einhverja ákveðna, þá myndi ég gera það hér bara svona. Þetta er resource konto með einn
og þannig að þetta er mismunurinn á þessum tveimur tegundum, collection og ein ákveðin. Þannig að þetta eru hegðunin, get til að sækja, post til að bæta við, put til að uppfæra, delete til að eyða og svo header, ég ætla bara að fá header information, ég ætla bara að fá hvað í hausnum á þessari request og það getur verið að það sé. Síðan eru menn að hugsanlega bæta við paths. Hérna er dæmi, bara sömu dæmin, ég ætla að sækja, ég ætla að bæta við, ég ætla að uppfæra og það sem ég fæ tilbaka, ef ég segi get, þá myndi ég fá eitthvað svona tilbaka, þetta er JSON content, ég fæ 300 OK og svo kemur bara hérna já, þetta var bara vitlaust. Ups. Svona. Já, hérna er þetta rétt. Þannig að ef ég segi users, þá fæ ég hérna, var þetta öfugt. Já, hérna áttu að vera, það vantar slöfsina. Þannig að það eru collection af notendum. Það er að segja ég fæ users og svo fæ ég collection. Það vantar hérna arrayin utan um þetta, eða bracket hérna utan um þetta. Við veitum hvernig collection er virka. Fæ ég, ef ég geri users bara, þá er hugmyndin að ég sé að fá collection. Ef ég vel einhvern ákveðin, þá er ég að fá ákveðin instance. Þá fæ ég 201. Ef ég er að búa til eitthvað, þannig að ég til dæmis að posta, ég ætla að búa til nýjan user og þá sendi ég inn þessi hérna. Það er eitt með þessi hérna, Uber appin var með svona underscore, þeir svindla. Það er yfirleitt camel case í þessu, þannig að þetta ætti að vera user name er stóru henni og first name er stóru henni. Það er hefðin í JSON, það er stílinn. Camel case þá er hérna lítið stafur fremst og svo er all orð með kapitaliseruð innan. Það er kallað camel case. Ef ég er með underscore, það er kallað snake case. Og hefðin í JSON er að vera með camel case. En sjáum við hérna, ég fæ 201 tilbaka sem er created. Það er bara status kódin fyrir created. Þannig að það sem við erum að gera, við erum að nota return kóda HTTP til þess að vinna með. Við erum ekki að fara á sópleiðina sem við bara ignorum allt. Og svo fæ ég location og það er mjög mikilvægt að maður fái location tilbaka ef ég vil nota þetta aftur eða ég vil gera eitthvað við þetta. En ég fekk hérna, ég var bara hérna búa hann til, svo fæ ég hérna, þetta er, ef ég vil fá þennan user þá er ég komin með ID á hann. Þarna. Það sem ég get líka gert, af því að post er eina sem er idempotent, þá get ég líka gert svona partial update. Það er að segja, ég ætla að segja, hérna, put er ekki þannig. Ef ég gerir put þá er ég að setja allt inn. Ef ég er kannski með 100 fíld, þá breytist eitt, þá þarf ég að skrifa þessi 100 fíld inn og hann þarf að uppfæra allt saman. Ef ég er með post, þá getur maður eiginlega gert það sem maður vill. Þú bara, ef þú ert með username, ef það er það eina, þá uppfæri ég það. Það fer bara eftir hvernig þú vilt útfæra þetta. Síðan er það aðeins endpointin, hvernig hérna, á ég að hafa hann. Endpoint er náttúrulega bara þetta hér og svo það sem kemur fyrir aftan. Og það er náttúrulega, ef ég er að gera þetta innanhús, þá getur bara valið hvaða path sem ég vil hafa. En ef maður ætla að fá aðra til að nota þetta, þá er eins gott að hafa hann aðeins meira einfaldan. Þess vegna er allir þessi fyrirtæki með frekar einfalda slóðin í þetta. Það er allt gert til þess að gera þér þetta hérna, ekki eins erfitt fyrir. Útgáfustýring er náttúrulega alltaf martröð. Ein leið, maður sér rosalega oft þetta hérna. Það er bara með WAF1. Uber er svona, þá kemur bara hérna eitthvað API eins og WAF1 eða WAF2 eða 1.1 eða eitthvað. Það er önnur leið til að gera þetta. Og hún er að setja þetta inn í headerinn. En það er aðeins flóknar að gera það. Og þess vegna þeir sem er að forrita á móti svona APA, þeir finnst það bara vesen að nota media-típuna, en það er hægt. Það er það sem að ég er hrifnaður að þessu hérna, að nota media-típuna, en ég skil við að því þú líka svona url með einhverju versjón í. En þetta er það sem að menn forðast þessa media-típu vegna þess að það er flóknara fyrir þann sem er að forrita móti þessu að nota. JSON er náttúrulega bara JS í JavaScript. Ég veit ekki hvað on því stendur fyrir. XML það er bara að gera saman gagn. En hins vegar þá er XML feitara. Það er verra space complexity, það er hvað tekur það mikið pláss. XML er alveg hræðilegt í spacei. Bara þú varst með tag fyrir framan, tag fyrir aftan og ég segi alltaf söguna þegar það er búið til bíla gagnagrunnin fyrir bifreiða eftirlitið eða hvað heitir. Þá varstu kannski með 40-50 stafa orð, eina tölu og svo end 40-50 stafa orð. Number of wheels on the car. Já, 4.
og síðan end number of wheels on the car og hann náttúrulega bara þurfti minnistækkun til þess að höndla þetta. En JSON fittar alveg rosalega vel fyrir JavaScript eins og náunginn var að segja áðan að þá þetta þeir sem að kunna JavaScript, þeir kunna JSON, þetta mjög náttúrulegt. Þetta varpast mjög vel yfir á Podio, þannig ég get tekið hérna objektin minn, driver eða user eða eitthvað og ég get bara sagt sett hann í JSON, þá fer það út. Þannig að þessi library sjá rosalega mikið þetta. Þetta miklu meira kompakt, það margir sem nota þetta bara, ekkert að hugsa performance því að þegar þú ert komin í XML þá er það að hugsa performance. Og hérna dæmi JSON sem ég tók þar. Þannig að það hérna ef ég með array eða map þá myndi það vera svona, þetta það sem ég klikka á hann á, þannig að ég með 2 símanúmer, þá kemur fyrst eitt hérna. Það alltaf allt í svona brackets og þið kannist við þetta er bara eins og maður hérna hefur búist, það mjög auðvelt að nota þetta format, það tiltölulega kompakt. Og þetta varpast, við sjáum það fyrir ykkur, hérna klasi sem bara með þetta, og hann með address-klasa og svo bara map af phone numbers, eða lista af phone numbers. Svo því ég kasta þessum customer inn í to JSON fyrirbæri, þá myndi þetta koma út. Þannig að ef við hugsaum þetta, þá erum við eiginlega komið með svona resource-oriented design. Og hérna svona dæmi þetta sem ég hef í glæranum, ég er með learning management system, og þá myndi þetta gefa mig lista, einn skóli, allir skólarnir allir stúdentar í skólanum, einn ákveðin stúdent og svo framvegis. Þannig að þetta er svona hugsunarhátturinn að baka þetta. Og þegar ég fæ einn ákveðin, þá kemur þetta og ef ég væri að biðja klasana, þá kemur hérna array listi, sért map. Þannig að svona menn að vinna þetta. Eitt hérna með level 3 sem þetta tók ég af Facebook. Þannig að þetta er sem sagt fyrir þetta ágæta hérna sigurdrykk sem mjög vinsæll, þá fæ ég hérna paging tilbaka og þar hérna hvað ég get gert næst. Þannig að ég get gert ráð fyrir því að fá þetta hér og ég get gert ráð fyrir því að þetta sé eitthvað hérna en á bakvið þetta. Þannig að ég get notað þetta til þess að bjóða upp á next. Ég veit að paging þetta, ég veit að next þetta. Hvað svo sem hérna bakvið eitthvað sem að ég bara les úr þessu. Þetta hugmyndafræðin. Þetta þessi, já þetta skemmtilega orð. Þannig að þetta býr til skemmtilega arkitektúra og eins og við höfum verið að tala Svona uppbygging sem sér mig við það. Hérna með client og þú með content management system og með web server og með bara, þetta bara Apache eða eitthvað svona og svo bara REST component þannig fyrir framann sem feedar þessu út. Og þetta svona uppbygging sem ég hef verið að vinna með síðastliðin ár. Þá bara, þetta hérna bara að skila API út bara JSON contenti sem fer hérna í hérna clientin og inn í þessum hérna content management system það sem við kallum widget. JavaScript widget skrifuð í hérna jQuery sem bara sækja dót á serverinn og rendera það inn í myndina. Það gerir það verkum að við getum raðað saman vefsíðum. Þannig að ef ég að búið til vefsíðu og ég vil hafa login box einhvers staðar, þá getur sett sjálfstætt login box þarna widget inn og það sér bara sjálfan sig. Og þetta býður upp á mjög modular design. Einhver spurning? Já. Já, okkur þessi lína hér spurt. Já, þetta svona, það alltaf eitt í þessu að þegar maður býr til svona hönnun, þá alltaf margir valkostir í gangi. Hérna var verið að bara hugsa, hvað ef ég ætlaði nú bara að rendera hluta af vefnum sem bara venjulega plain HTML síður. Þá myndi ég bara vera með vefþjónin hér síðan og ég fyrir dómeni beint. Þannig að þetta býr bara til valkosti. Síðan getum við líka sagt, nei, allt saman, bara REST með JSON, allt ef þú ætlar að tala við, ef þú ætlar að skrá notenda, þá kallar þú bara á það. Þú sendir ekkert postbuff eða beint. En það hægt að fara eins að leiðir. Þannig að ég segi alltaf sko bara notum, hafum valkostinu opna og notum það sem best fyrir hvert dæmi. Hér til dæmis vefsíða spilið ekki lengur það. Ég valdi náttúrulega miða hérna sem sjá hvað hann gamall, þetta hérna, það var ekki bunni lengi. Ég valdi náttúrulega miða sem fekk vinning. En þetta hérna content sem kemur á server mikið REST. Þannig að það bara sett inn widget þarna, hér listin yfir hérna keypta miða og það farið eitthvað aftur, bara einhver ákveðin logík í þessu og þá fæ ég bara content, JSON content og hann bara spólar því út inn í HTML. Og það rosalega mikið að vefforritum gengur akkurat út á þetta. Þetta svona JavaScript
bara vefir, það sem að gera alveg ógeðslega mikið og það mjög gott í Firefox og Chrome að sjá alla nettrafikina sko, ef þið farið í inspektorana sjáu alla nettrafikina sem að gerast. Það heilmikið að gerast í þessum vefsíðum. Það heilmikið að köllum tilbaka. Það mjög áhugavert verkefni að optimisera svona hluti. Ok, REST, þetta ekki, það eins og með alla hluti, maður að tala ok, þetta góð hönnun, góð högun, virkar ágætlega, en þetta eins og það ekki bara besta sem hefur fundið upp frá upphafi, það aldrei þannig. Það alltaf kostir og gallar og allt saman, við þurfum að, ef við erum með verkefni sem fitta REST, þá skulum við nota REST, annars ekki. Stundum erum við bara nauðbeygði að nota eitthvað allt annað. Þetta alls ekki auðvelt að búið til REST þjónustur. Hanna gott API mjög erfitt og það bara búa til REST app ekki einfalt. Og þetta ekki vefbaserað, bara svo að sé svona hugmyndafræðilega á hreinu og þetta ekki fullkomið og þannig að ég bara segja að þetta góð leið en við skulum ekki ofgera það sem leið. Þetta ein leið á mörgum og við skulum bara hafa alla valkosti opna. Þannig að þetta sem ég ætla að tala ég fer aðeins yfir tíman en ég aðeins komin inn í viðtalstíman minn. Fyrst afsökunar á því ef það skiptir máli. Þannig að REST HTTP, þetta stíll, ekki kannski eitthvað library sem við downloada eða reglur eða eitthvað, þetta bara stíll, svona gerum við þetta. Það ekki auðvelt að gera þetta rétt, en þetta trendið í dag og verkefnið 4, það ætlum við að nota eitthvað af þessum JSON dóti til að æfa okkur á þessum. Þannig að þetta það sem er REST að segja. Einhver spurningar frá lokin?